Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við förum á björgunaræfingu í Reykjanes fjallgarðinum með kanadískri þyrlubjörgunarsveit, heimsækjum Lionsmenn sem voru að hreinsa Kútmaga, skoðum gistiheimili í Fjósi frá 1920, sjáum óvænt tónlistaratriði á kaffihúsinu Bryggjunni í Grindavík og sjáum hæfileikarík börn með skemmtiatriði á öskudaginn í Reykjanesbæ. Þá fáum við fréttapakka frá Suðurnesjum, en við byrjum þáttinn í Fjósinu í Koti. Já, við hefjum leikinn í Njarðvík. Fjósið í Koti var byggt 1920 og fær góða dóma á einum vinsælasta ferðavef heims. Í Fjósinu er ekki gistiheimili sem líkist mjög safni. Gistiheimili Ravens Bed and Breakfast hefur verið rekið í nokkur ár yfir sumartímann, en er nú í fyrsta skipti opið yfir vetrarmánuði og það er nóg að gera, segir Hulda Sveinsdóttir, gistihúsa eigandi. Sjónvarp Víkurfrétta heimsótti Ravens Bed and Breakfast. Samhliða auknum fjölda ferðamanna hefur gistiheimilum fjölgað á Suðurnesjum á undanförnum árum. Nú eru 66 hótel og gistiheimili skráð á svæðinu. Á topp 10 lista ferðasíðunnar TripAdvisor yfir þau gistiheimili á Íslandi sem fá hvað besta umsögn gesta eru 3 á Suðurnesjum. Eitt þeirra er gistiheimili Raven við höfnina í Njarðvík. Hulda Sveinsdóttir er eigandi gistihússins og býr hún þar og deilir því eldhúsi, baði og stofu með ferðamönnum. Hún segir þurfa nokkra þolinmæði til að búa við þær aðstæður en að sama skapi sé það mjög líflegt enda gefandi að opna heimili sitt á þennan hátt. Gistiheimili er í húsi sem áður var fjós og minni jafnvel svolítið á safn því þær eru margir sögulegir munir. Þetta er alltaf nýtt og nýtt sem kemur í ljós þegar fólki kemur og vil fá að gista á einhverju heimagistingu sem að samsumar er næsti svona má líka við safni og flestir vilja fá að taka myndir og ég ekkert mál. Þeim finnst það voða gaman og sjaldan hefur fólkið farið inn á stað sem að hefur verið mitt svona mikið af gömlum hlutum að geyma. Og hvað er það svona helst sem vekur athygli þeirra hérna inni? Til dæmis að herbyggin eru öll svona með sín eigin þema. Það er herbyggi sem heitir músikherbyggi og svo er það antik og svo er það vinnustofan í Fjósinu og söguherbyggi og gestaherbyggi, þannig að þau eru öll svona með sín eigin sjarma. Vinsælasta herbyggi myndi segja að vera músikherbyggið. Þar eru mörg hljóðfærin og flest þeirra hefur Saga dóttir mín spilað á og á. Nú í ár er Hulda með gistiheimili opið í fyrsta sinn yfir vetratíman og er ekkert lát á aðsókninni þrátt fyrir vetrarveður. Þetta gefur mig bara mikið óvart. Ég hefði haldið að fólk væri bara heima hjá sér að vinna. Sérstaklega vera ekki að koma til Íslands í þessa veðröktu og hálku og snjókomu og storm og nei, það er viljugt og hefur þvílíkt gaman að því að keyra austur á Vík og alveg að Jökulsárlóni og ég myndi ekki fara þá að myndi borga mig sko. En jú, þetta er ótrúlega gaman og ég er mikið hissa yfir hvað eru margi sem eru mitt að sækja okkur heim að vetri til. Og er þá fólk yfirleitt að gista í eina nótt eða er það lengur? Í flestum tilfellum þá er ég fyrst á síðasta stoppið. En þá voru til þess mæðgur núna hjá mér í 2 nætur. Svo er fólk alveg upp í svona 3 nætur. Mest hef ég verið með í 4 en það er svona alveg yfir hátímabilið, svona júní, júlí, ágúst. En jú, ég er í flestu tilfellum með fólk bara í eina nótt. Og gaman þegar fólk kannski kemur og er þegar fyrst lendir og svo er ég líka síðasta stoppið þeirra. Þá fæ ég vel að vita svona hvað er gaman og hvernig og þá er það búið að pröfa íslensku pilsuna eða búin að fara og leita upp í staða sem að ég er svona búin að tilgreina að fá sér kannski humorsúpu á Eyrarbakka í Rauða húsinu
eða kannski bara heila ekki lengra heldur en í Grindavík í Bryggju kaffihúsi þetta svona gaman að geta aðeins leiðbeint þegar fólk kannski veit ekki svo mikið Ísland en svo opið og fullt tilhlökkunar í að skoða þetta dásamlega land. Á nýlegum lista á ferðavefnum TripAdvisor gistiheimili Reifinn í 9. sæti yfir þau gistiheimili á Íslandi sem fór bestu umsögn frá gestum sínum. Hulda segir að í kjölfarið hafi aðsóknin aukist. Fólk fer gjarnan inn á TripAdvisor til að skoða umsagnir þannig að það viti við hverju það megi búast. Mér finnst þetta mjög sniðugur vefur upp á það að geta undirbúið sig og það komi mann ekki á það óvart að það sem maður var kannski búin að gera sér vonir að það standist ekki kröfur og þetta líka þetta góð leið til að halda mann á tánum og gera sitt besta og taka vel á móti þessum gestum sem eru að koma og sækja okkur heim þetta frábær vefur til að bæði skoða fyrir þig og mig og aðra að áður maður fer hvort sem sé út að borða eða að gista einhvers staðar þá gott að geta kíkt inn á TripAdvisor og séð hvað öðrum finnst. Meltingarfæri þorsksins eru í hávegum höfð á árlegu kútmaðakvöldi Lions Klúbbs Keflavíkur. Hundruðum maga hefur verið safnað saman af áhöfnum 2 skipa sem nú hafa verið hreinsaðir og bíða þess að verða fylltir fyrir sjávarréttaveislu Lions Klúbbs Keflavíkur sem haldin verður í lok mánaðarins. Sjónvarp Víkur þetta heilsaði upp á Lionsmenn sem voru í magahreinsun. Segðu mér aðeins frá undirbúning fyrir kútmaðakvöldi, hvernig fer þetta fram? Já, þetta hefst þannig að við byrjum á að safna okkur kútmögum og það gera nú aðalega 2 áhöfnir, það skipshöfnin á Erling og svo hef ég fengið 150-200 maga frá frænda mínum sem á verði frá Grenivík en hann veiðir mikið á halamiðum og þar fiskurinn aðeins smærri og kútmagarnir þar á leiðandi minni. En síðan tökum við alltaf einn laugardagsmorgun í að þrífa þetta og síðan fristum þetta svo aftur og setjum svo í þetta daginn fyrir hátíðahöldin sem eru núna 27. febrúar. Fyrir þá sem ekki vita, hvað kútmagi? Kútmagi náttúrulega meltingarfærið í fiskinum. Það eiga á hvert mannsbarn að vita sem komið upp úr barnaskóla hvað kútmagi En það sem þið tróðið í hann? Það aðalega 3 sortir, við setjum lifur, sumri vilja bara liframaga, þá setjum við bara svona góðan lifrabrott í magan og hnýtum fyrir og svo það náttúrulega mjölmagarnir þar sem við hrærum saman lifur og rúmjöli og svo höfum við núna nokkur ár þá höfum við bætt hrognum, skerum bara upp hrognið og tökum himnuna frá og hrærum hrogn saman við þessa blöndu, lifur og rúmjöl og þetta hefur líka alveg sérstaklega vel. Nú viðbót við þetta þá snúum við hrognum, við skerum þannig að brækurnar aðskiljast og svo snúum við og fyllum hrognið með svona blöndu eins og við setjum inn í kútmaga. Og þetta náttúrulega algjört sælgæti líka, en það þarf náttúrulega þegar búið að snúa þessu við og setja inn í þetta, þá þarf að vefja þetta með filmu þegar þetta soðið. Og svo þarf að passa að sjóða þetta allt saman vel. Kútmagana þarf að sjóða í klukkutíma og 3 korter, passa það vel, þannig að þá verður orðnir mjúkir og fínir. Já, ég vil bara koma fram þakklæti til áhafnarinnar og Elling og verði frá Grenivík og svo náttúrulega útgerðarmaðurinn hérna sem að skapar húsnæði og svo ráefni, hrogn og lifur. Þannig og svo náttúrulega stórkokkurinn Axel í skólamat og hann náttúrulega og hans menn sjá að elda þetta allt saman og það ekki bara þetta sem verið að snæða þarna á þessu hátíðakvöldi, það bara sjávarrétta hlaðborð. Þannig að ef menn hafa áhuga fyrir að koma, þá ekkert annað en að hafa samband við Lionsmennina og þeir útvega miða. Þetta alveg gjafverð að komast á svona hátíð fyrir 7.000 krónur.
Og hvar verður veislan haldin? Veislan verður haldin í sal Frímúrara. Og hvenær? 20. og 7. febrúar, föstudagskvöld. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Skinnfiskur, HS Veitur HF, BSA EHF, Rammagerðin Flugstöð Leifs Eiríkssonar, Fiskverkun Ásbergs, Þreifitækni, Airport Associates, KG EHF, Nesbú Egg, IGS Ground Services, Bláa Lónið, Samkaup HF, Verkfræðistofa Suðurnesja, SI Raflagnir, Bragi Guðmundsson Byggingverktaki. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Björgunarsveit kanadíska flughersins var við æfingar á Íslandi í vikutíma á björgunarþyrlu sem öllu jafna staðsett á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi. Síðasta verkefni þyrlunar á Íslandi var björgunaræfing sem fór fram í Móhálsadal sem á milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls í Reykjanesfjallgarðinum. Sjónvarpsmönnum Víkurfrétta var boðið að taka þátt í æfingunni. Komið með okkur í óbyggðir Reykjanesskagans. Einu sinni á ári fara leitar- og björgunarsveitir kanadíska flughersins í æfingaferð út fyrir hefðbundin starfssvæði sín til að takast á við nýjar áskoranir. 9 félagar í 103. leitar- og björgunarsveitinni ákváðu að í ár yrði farið til Íslands. Hér á landi var það Landhelgisgæslan sem var gestgjafi sveitarinnar sem tók þátt í æfingum á sjó og landi. En farið var víða land og æft bæði með Landhelgisgæslunni og einnig félögum í Slysvarnarfélaginu Landsbjörgu. Síðasta sólarhring Íslandsheimsóknarinnar var varið á Reykjanesskaganum. Leitar- og björgunarsveitin hefur verið að ráða gríðarlega öflugri björgunarþyrlu af gerðinni Augusta Westland CH-149 Cormorant. Þyrlan að öllu jafna staðsett í Gander á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi á svæði sem heyrir undir björgunarmiðstöðinni í Halifax en það svæði liggur að björgunarsvæði Íslands. Sjónvarp Víkurfrétta fékk boð að taka þátt í björgunaræfingu á Reykjanesskaganum. Flogið var frá Keflavíkurflugvelli og í óbyggðirnar í Móhálsadal milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls. Þar var lent og nokkri farþegar þyrluna setti frá borði áður en æfð var björgun úr óbyggðum. Sendiherra Kanada á Íslandi þáði boð flug með löndum sínum Reykjanesskagann og var ánægður með verkefnið sem leitar- og björgunarsveitin frá Nýfundnalandi var að taka þátt í. Well, this has been a great week. The 103rd Squadron from Gander, Newfoundland, search and rescue helicopter, the Cormorant that you see behind me, has been here, hosted by the Icelandic Coast Guard and working closely with the Coast Guard and with ISAR
teams in Iceland for joint training exercises in the Arctic, and that's what it's really about, is countries coming together to learn how each other approach the kind of challenges that we have in a northern environment, so that we can learn to work together and to face that environment together. Förum aftur borði í björgunarþyrluna. Þrátt fyrir að snjór sé yfir öllu, þá sjáum við hitann krauma undir náttúrunni á Krýsuvíkursvæðinu. Þarna sjáum við gamla Krýsuvíkurskólann og þar skammt frá enn og aftur slegið upp æfingu og nú kletturinn rétt við hlið þyrlunar. Þó svo áhöfn björgunarþyrluna sé í þessari ferð, aðeins eina ferð í æfingum, þá var tilgangur heimsóknarinnar að efla samskipti þyrlusveita landanna og efla getu til að sinna leit og björgun á mótum björgunarsvæðanna. Þá var heimsóknin liður í að bæta getu Íslands í að taka á móti erlendu björgunarliði ef á þyrfti að halda vegna umfangsmikilla björgunaraðgerða. J. Loru, yfirliðsforingi hjá kanadísku leitar- og björgunarsveitinni, var á sömu nótum og sendiherrann kanadíski. Íslands heimsóknin hafði verið mjög ánægjuleg. This week has been a fantastic week for us from the 103 Squadron. We came here to work with our friend, the Icelandic Coast Guard, and also the ISAR, different organization, and it's been terrific for us. And we've been able to do a marine scenario, land scenario, so it's been fantastic to exchange the knowledge we have about procedure and to another community, and in exchange we actually learn a lot also from the Icelandic Coast Guard. Landhelgisgæslan sagði heimsókn þyrlusveitarinnar til Landhelgisgæslunnar undirstrika það góða samstarf sem Landhelgisgæslan á við þyrlubjörgunarsveit kanadíska flughersins. Samhæfð viðbrögð og upplýsingaskipti væru forsenda þess að vel takist til við stórar björgunaraðgerðir og því eru sameiginlegar æfingar sem þessar afar nauðsynlegar. En gefum Stuart Wheeler sendiherra Kanada lokaorðin og það á íslensku. Fyrir okkar hjá sendiráðinu má ég bara þakka kærlega Landhelgisgæslan Íslands. Þetta verkefni afar mikilvægt fyrir samband Kanada og Íslands. Það hefur gefið kjörið tækifæri til að styrkja samband landana á Norðurslóðum. Sæmd hverri þjóð að eiga sægarpa en ekki var að spauga með þá útnesjamenn. Sigvaldi Kaldalóns færði okkur hið þekkta lag Suðurnesjamenn en hann starfaði sem héraðslæknir Keflavíkur og bjó 15 ára skeið í Grindavík. Eftir hann liggur fjöldi tónsmíða sem flestir þekkja og má þar nefna Hamraborgin á Sprengisandi og Ísland ögrum skorið. Söngvaskáld á Suðurnesjum tónleikaröð sem haldin á Suðurnesjum þessar mundir. Sigvaldi Kaldalóns næsta söngvaskáld sem tekið verður fyrir á sérstakri söngskemmtun í Hljómahöll. Þeir Elmar Þór og Arnór Vilbergs mættu á kaffihúsi Bryggjuna í Grindavík og tóku smá tóndæmi.
Framtíðarmöguleikar Suðurnesja eru góðir þegar mat lagt á atvinnumál, íbúaþróun og efnahag samkvæmt skýrslu Nordregio, landfræðistofnunar Norðurlanda. Skýrslan var birt í vikunni og eru Suðurnesin í 18. sæti af 74 svæðum á Norðurlöndum, nálægð við höfuðborgarsvæðið og Keflavíkurflugvöll, ný fyrirtæki og íbúaþróun eru meðal kosta sem nefndir eru. Staða Suðurnesja hefur batnað mikið miðað við úttekt sem gerð var árin 2010 til 2015. Suðurnesin eru eina svæði á landinu sem þannig ástatt Önnur svæði á Íslandi eru í 27. til 41. sæti. Oddný Harðardóttir fer fyrir hópi þingmanna sem vill fela innanríkisráðherra að láta kanna kosti þess að flytja innanlandsflug til Keflavíkurflugvallar. Einnig verði lagt mat á rekstrargrundvöll og möguleg sóknarfæri Keflavíkurflugvallar með tilliti til þróunarmöguleika flugvallarins og áhrifa á íbúa, ferðaþjónustu og atvinnulíf á Suðurnesjum. Ætlast til að ráðherra skili skýrslu með niðurstöðum könnunarinnar nú á vorþingi 2016. Oddný telur mikla hagsmuni undir fyrir Suðurnesjumenn í þessu máli. Suðurnesjumenn halda áfram að tútna út í ferðaþjónustunni. Elsti veitingamaður Reykjanesbæjar, Björn Vífill Þorleifsson, sem rekur veitinga á skemmtistæðin Rána, stendur ásamt Þorleifi syni sínum að byggingu hótels við Hafnargötu í Keflavík. Stefnt að því að hótelið rúmi 100 herbergi á 4 hæðum og yrði það þá stærsta hótelið á Suðurnesjum. Hótelið gengur undir nafninu Continental Bridge Hotel og vísa það til brúarinnar milli Heimsálfa á Reykjanesi og tekur hönnun byggingarinnar mið af því þar sem 2 byggingar eru tengdar saman með tengibrú við aðalingang. 89% þeirra íbúa Grindavíkur sem tóku þátt í þjónustukönnun á vegum Capacent Gallup eru ánægðir eða mjög ánægðir með þjónustu bæjarfélagsins. Af þeim eru 51% mjög ánægðir og 39% frekar ánægðir. Þeir þættir sem Grindvíkingar eru helst óánægðir með eru þjónusta við eldri borgara, fatlaða og þjónusta grunnskólans. Í samanburði við hinn 19 sveitarfélögin er Grindavík í 15. sæti þegar kemur að þjónustu grunnskólans. Foreldrar ungra barna í Grindavík skrifuðu á dögunum bréf til allra bæjarfulltrúa þar sem bentir á vanda sem foreldrar standa frammi fyrir. Biðlistar hafa myndast hjá leikskólum og dagmæðrum í bæjarfélaginu og fyrir vikið eiga foreldrar erfiðara með að komast aftur á vinnumarkaðinn að fæðingarorlofi loknu. Börn komast ekki í daggæslu fyrir 15 mánaða aldur. Þegar fæðingarorlofið er aðeins 9 mánuðir skilur það eftir sig gati í innkomu fjölskyldna. Alls er að ræða 42 fjölskyldur sem rita nöfn sín undir umrætt bréf. Unnið er að uppsetningu á aðstöðu til rannsókna á súrnun sjávar hjá þekkingarsetri Suðurnesja í Sandgerði. Verkefnið er unnið í samvinnu við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum og Náttúrustofu Suðvesturlands. Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka veitti á dögunum styrk til uppbyggingarinnar. Það eru að eiga sér stað miklar og hraða breytingar í sjónum norður af Íslandi og því hefur verið kallað eftir auknum rannsóknum á áhrifum þeirra, segir Hrönn Egilsdóttir umsjónarmaður verkefnisins. Garðmenn vilja ræða þenslu á Suðurnesjum og áhrif hennar meðal annars á sveitarfélögin á Suðurnesjum. Þegar samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, SSS, kemur saman til vetrarfundar á næstu vikum. Og meira úr garðinum, því byggingafulltrúi Garðs hefur gefið út framkvæmdaleyfi vegna sjóvarna í landi sveitarfélagsins sem eru unnar með vegagerðinni. Nú er lokið fyrsta áfanga innleiðingar rafrænnar íbúagáttar sveitarfélagsins Voga. Á heimasíðu sveitarfélagsins er hlekkur á íbúagáttina þar sem unnt er að skrá sig inn með aðstoð rafrænna skilríkja. Í íbúagáttunni er nú að finna öll eyðublöð sveitarfélagsins sem snýra henni ýmsu þjónustu. Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum segir að margir íbúar hafi nú þegar tileinkað sér gáttina sem samskiptaleið við stjórnsýsluna. Á næstunni verða fleiri þættir virkjaðir í gáttinni, meðal annars aðgengi að álagningarseðlum fasteignagjalda.
Og í lokin smá sport. Crossfit-daman og njarðvíkingurinn Sara Sigmundsdóttir á heimsferðalagi ef svo má segja. Hún orðin atvinnumanneskja í íþróttunni og ætlar sér stóra hluti á árinu. Meðal annars ætlar hún að gera atlögu af heimsmeistaratitlinum en hún sigraði nýlega á móti í Boston annað árið í röð. Sara orðin heimsþekkt og segir okkur frá því í skemmtilegu viðtali í Víkurfréttum í þessari viku. Öskudagur gott talent viðburður sem haldinn á öskudaginn í Reykjanesbæ. Þar stíga krakkar á svið og gefa leyndum hæfileikum lausan tauminn. Meðfylgjandi svipmyndir voru teknar á skemmtuninni en verðlaunahafa má sjá á vef Víkurfrétta waffe.is. Leðu við þökkum ykkur fyrir áhorfið þá minnum við á aðra miðla okkar. Víkurfréttir vikulegt fréttablað á Suðurnesjum sem kemur út á 50 dögum og borið inn á öll heimili á Suðurnesjum og til fyrirtækja. Við erum einnig með fréttavefinn waffe.is þar sem sjá má nýjar fréttir alla daga vikunar. Fyrir kylfinga erum við með golfvefinn kylfingur.is. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök hinstök má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta waffe.is og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma má ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið waffef@waffef.is. Takk fyrir okkur, verið sæl. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.